Hér á Laugum hlutafélagið Kjarni að koma upp matarskemmu. Út af hvað gengur þetta verkefni? Þetta verkefni gengur út á það fyrst og fremst að útbúa aðstöðu fyrir þá sem að stunda matvælaframleiðslu til að auka virði framleiðslu sinnar og með því að fullvinna hana hér og við þessar aðstæður. Auk þess gert ráð fyrir að hér geti fólk komið inn og sem kannski ekki endilega með fullmótaðar eða þróaða vöru og komist í vöruþróun á þess að þurfa að kosta til stórfé með því að búa sér til aðstöðu heima hjá sér. Auk þess gert ráð fyrir að hérna verði hægt að stunda rannsóknarverkefni og þau fari í gang og 2 slík eru þegar í burðarliðnum og annað að komið af stað. Og svo í 4. lagi hugum við að hér veri raun og veru ákjósanleg aðstaða til kennslu fyrir ýmislegt sem tengist matvælaframleiðslu og matvælagerð. En vottuð aðstaða til matvælaframleiðslu, hörgull á henni á svæðinu? Frekar ef á að miða við óformlega könnun sem var gerð fyrir rúm ári síðan og kannski grundvöllurinn þess að við fórum út í þetta verkefni og gerð óformlega og ítarleg könnun. Og þar kemur í ljós að það er þörf fyrir aðstöðu þessum sem slíka hér. Hér reyndar töluvert að það sé komin aðstaða og matvæla vinnslur af ýmsu tagi, en það ljóst að mjög margir hugsa sér til hreyfings í þessum efnum. Heimamenn eru með ýmsar hugmyndir í kollinu að nýjum vörum. Já, það alveg klárt að það bæði hugmyndir og þegar hafa verið að bauka við aðstæður sem heima hjá sér við að prófa sig áfram og þróa eitthvað sem þeir vilja raun og veru koma í framleiðslu. Og eitt af þessum verkefnum sem við ætlum að rannsaka og algjörlega frumstigi við eigum dýrmætan fjársjóð, kannski innan gæsalappa, sem sumir elska mjög misjafnlega mikið. Það heitir Kerfill og við ætlum meðal annars að rannsaka hann og hugsanlega getum við í þeirri vonum að hægt sé að nýta þessa jurti og nóg af henni hér og nóg hún ágeng bæði hér og reyndar víða á Norðurlandi. Þannig það ýmis tækifæri held ég fyrir hendi. Og þið eru komin með húsnæði á Laugum og það eru iðnaðarmenn hér á fullu að gera það klárt. Hvernig miðar? Okkur miðar ágætlega. Við stefnum á það að hérna getum við í byrjun aprílmánaðar að þá hér geti farið fólk hér inn til þess að byrja og það þegar beðið eftir aðstöðunni. Þannig að leið hún verður klár, þá mun fólk sjá líf hérna og þá má bæta því við að ekki bara líf og ekki framleiðslu því að við gerum ráð fyrir því að hér verði lítið verslunarhorn. Það sem að fólk hér sem keyrir nú við þjóðveg 1 geti komið við og keypt framleiðslu úr vörur framleiddar í héraði sem við heldum að sé fullu markaði fyrir. Þannig að fólk bara getur stoppað hér fyrir utan og komið inn og kíkt á hvað í boði? Já, stoppað, flottu sunnundagsrúntur frá Akureyri og úr Eyjafirðinum og koma og kíkja og skoða það sem framleitt hér í Þingeyjarsýslu og reyndar víða. Við sjáum fyrir okkur með tilkomu bættar samgangna við Eyjafjarðarsvæðið að þá raun og veru þessir kjarnar og samfélagabrunnur að færa sífellt nær hvort öðru. Þannig að það alveg ótal tækifæri fyrir hendi.